Eiríkur Bergmann, svo vel. Já, kæru félagar, ég hef nú fyrst lýsa ákveðinni sambúð með sjónarmiðum þeirra Andrésar og Lýðs beint kjör ríkisstjórnar, enda hef ég verið því fylgjandi, en eins og ég nefndi áðan að þá hef ég fallist á þessa útfærslu á þingræðinu sem ég tel raunsæja og góða og uppfyllað mestu þau markmið sem við vildum ná fram með beinu kjöri ríkisstjórnar. En mér langaði aðeins að fara yfir þær athugasemdir sem hafa komið fram þessar tvær greinar sem hér eru sérstaklega til umræðu. Og ef ég hef skilið umræðuna rétt þá það einkum tvennt sem hefur vafist, hugsanlega þrennt, sem hefur vafist fyrir ráðsmönnum. Það í fyrsta lagi, hvað gerist ef að illa gengur að velja þingforseta með 2/3 atkvæða og hvernig fer þá stjórnarmyndunin fram. Og þetta auðvitað atriði sem við þurfum að taka til skoðunar og skýra, og alveg eins og Þórhildur hefur hér bent á að þá geti þetta hugsanlega verið í höndum aldursforseta þingsins, allt eins og nýs þingforseta. Og svo bendi Illugi Jökulsson mér á það í hádeginu, það væri líka hugsanlega hægt að setja þetta í hendur fráfarandi þingforseta. Þannig að allt þetta snýst, finnst mér fyrst og fremst að finna réttu útfærsluna í stjórnarskrá til þess að gera það fyrir einhverja þrástöðu í þinginu hvað þetta varðar. Og ég gerir ráð fyrir að við í B-nefndinni munum bara einhenda okkur í það verkefni að sníða þá agnúa sem þar eru af okkar tillögu, okkar lausn. Hin athugasemdin sem færð hefur verið fram lítur að sjálfri stjórnarmynduninni og hugsanlega geti hún svona stemt í eitthvað þrot, og eins og við sem oft séð við núverandi kerfi líka, að það hefur oft komið hér upp stjórnarkreppa í landinu, og það getur þetta gerst í þessu kerfi líka, og þá bendir Pavel á og hugsanlega gæti sá sem að stýrir ferlinu ekki endilega haft haga því að mynda ríkisstjórn, og þetta auðvitað atriði sem við þyrftum að skoða og geta leyst, þannig að það sé hægt að knýja fram atkvæðagreiðslu í þinginu forsætisráðherra ef að þingforsetinn sinnir ekki þeirri skyldu, og hugsanlega væri þá hægt að fara þýsku leiðina og að endingu yrði það einfaldlega hlutfallskosning í þinginu forsætisráðherra sem að myndi í það minnsta þá koma á legg einhvers konar ríkisstjórn. Og það væri kannski ekki alveg fráleitt að sá möguleiki væri til staðar að ríkisstjórn myndaðist með þeim hætti þegar að slíkt væri. Og svo það að lokum hugmyndinum utanþings stjórn, hver stýrir því ferli. Það væri hugsanlegt að leysa það með þessari hlutfallskosningar aðferð. En ég vil þakka fyrir þá umræðu sem hér hefur farið fram. Mér hefur fundist hún góð og málefnaleg, og mér hefur fundist margar góðar ábendingar hafa komið fram sem að við getum bara sannarlega notað í okkar vinnu til þess að gera þessar tillögur enn betri, og við munum einhenda okkur í það í næstu viku. En ég mjög þakkláttur fyrir að heyra það að ráðsmenn svona virðast taka almennt jákvætt í prinsipið, þrátt fyrir að ýmsir annmarkar hafi verið á einstaka þáttum hugsanlega. Takk fyrir.